You got yourself, Yeah. got yourself. Yo, I'm living in this time behind enemy lines, so I got mine, I hope you Velkomnir í þátt aftar. Tómi ætlaði að vera með svona FM intro kynningu fyrir okkur. Kjör í raunum gunn. Þáttur 8, þetta er síðasti uppbytun á þátturinn. Velkomnir í Myndkaup Arena. Ég sá að Mosfellingar hringdu í Myndkaup leið og ég fann upp á þessu og þeir eru komnir með Myndkaup eitthvað höllina í handbolta eða ekki. Taka fram að ég byrjaði á þessu. Þú fattaður upp á Myndkaup. Já, ég fattaði upp á Myndkaup, svona krypto arena pælingu sko. Já. Og þeir voru ekki lengi að stela þessari hugmynd. Bara vel gert hjá þeim, til hamingju með það. Ég ætla ekki að fara að ræða Bitcoin eins og ég er búinn að gera í öllum þáttunum hingað til. Svona farið að vera svona eins og þegar Davíð Eldur spyr hvað er uppáhalds kristalliðin 1700 árið í röð, þannig að við skulum sleppa því. Eða þegar hann kemur með lyklasponsinn. Já, byrju hvað var? Það er svo gaman að skoða bara bíla. Stundum er ég bara eitthvað að skoða hvað ég hef efnið á lyklaappinu. Ef þið tjekka eða þú ekki átsamt úr í Bitcoinu fyrir löngu eða? Jú, en ekki Hraunar. Hann er með svona hálsmenn. Já. Því miður, I wish. Sápi, Já. velkomin til leiks. Takk, kærlega. Það var þáttur í gær eða ekki? Jú, við vorum með uppbytun þátt í gær á þeim kristilega tíma, 22:00. Í beinni, já. Já, hann var í beinni og hann var eðlilega mikið að gerast á sín sporti í gær. Einmitt. Þannig að við vorum með 5 þætti í gær. Þannig að við tókum 22:00 sem ég finnst þetta bæði og bara frábær sjónvarpstími, sko. Já. Ég fíla hann. En hann kannski ekki alveg fyrir alla. Nei, það var meistaradeild og það var ýmislegt í gangi. Já. Það var verið að lýsa held ég, sko, mér langar að segja 11 eða 12 leikjum samtímis í gær. Já. Kristinn Kennestedt lýsti, það var nánast þannig, Kristinn Kennestedt lýsti einum leik í meistaradeildinni í gær þú veist nú hvað þetta er, í stóra quiz-stúdíónu. Satt þar einn úr á miðjugólfi sem er risastór skrými, sko, og lýsti einum leik þar. Það er hart. Hörður Unnsteins, hann lýsti inn í klippiherbyggi. Hörður Unnsteins, ég ætlaði að bjóða honum í dag, en hann er einhvers staðar að sjá einhvern fótboltaleik. Já, hann er bara fann að vinna svolítið mikið hjá okkur, að texta lýsa fótboltaleikjum. Ég segi nú bara, er orðið öllum hleypt í allt saman. Nei, hann er góður í. Heyrðu, sko, hvernig verður þetta í vetur? Verður körfuboltaþáttur öll kvöld vikunar eða? Öll virk kvöld verður körfuboltaþáttur í okkur. Ég og Tómas ætlum að vera með körfuboltakvöld ekstra á mánudagskvöldum núna. Það er á mánudagskvöld. Ég var ekki búinn að segja það? Nei, ég held við myndum taka upp á mánudagum með sýnt á þriðjudaginn. Nei. Gott að það sé staffafundur hérna í beinni útsendingu. Gengur ekki. Við sýnum hana á mánudagskvöld. Mánudagskvöld, já. Það er eiginlega ekkert mikið annað í gangi á mánudagskvöld. Já, Monday Football í... Já. Já, þannig að við eigum dálítið mánudagskvöldi. Já. Það er sko ekstra, það verður stóri þátturinn í ár. Það verður stóri þátturinn. Já, ég vil meira það. Okay. Já. En Ég er náttúrulega, við erum að reyna að vinna edduna fyrir skemmtið þátt ásins. Ok. Við í þessu teimi, ég, Andri Már Eggertsson, Samuel og Tommi. Það er markmiðið, við viljum ekki fá tilnefningu í íþróttaþátt ásins. En að naflinn verður í þessu líka? naflinn, já. Já, menn eru svona, einmitt búin að vera... Já, menn eru, heyrðu, þetta gerðist bara aftur. Ég ætla að segja, sko... Menn voru einmitt farnir að spyrja hvort að það þyrfti ekki að setja hann í fleiri þætti. Já. Við ræddum því. Það var í góðurinn á milli þeirra. Þetta var einmitt ákveðið voru og svo fór hann í allar auglýsingarnar og fór náttúrulega í þessa mánaðarferð með Kristoffer Eikoks. Já. Þannig að... Munið þið fara yfir þá ferð? Þeir æfðu, heyrðu, miðað við touchið og Kristó í þessu meistaraleik, þá æfðu þeir lítið körfubolta í þessari ferð. Já, þeir voru nú eitthvað að sína frá því á Instagram að það var nú eitthvað, held að það verið kannski meira show-off. Ég segi að passa sig í hvers skipti sem var snertu körfubolti þá var það myndi. Það var alveg þannig og ég náttúrulega hef verið dálítið svona góður við Kristoffer Eikoks í ekstra í gegnum tíðina. Já, en nú þurfum við aðeins að breyta því. Já, nú þarf ég bara dálítið að fylgjast með honum og veita honum aðall að því naflinn hann er alls ekki að fara að gera. Nei. Hann er ekki faglegur. Og ég meina Nei, ég þarf að fylgjast með því. Já. Ok, þannig að mánudagskvöld eru þið með skemmtiþátt. Já, skemmtiþátt. Þriðjudögum. Alltaf ég, Andri Már og Tommi. Ok.
Eitthvað, ef einhver og okkur forfallast, þá munum við rífa inn einhverja gesti. Já. En við viljum helst vera bara við þrír Já. að fíblast. Þriðjudagskvöldum bónusdeild kvenna. Já. Á miðvikudagskvöldum körfuboltakvöld kvenna. Á fimmtudagskvöldum sem sagt... Já, bónusdeild kvenna sem sagt bara leikur, ekki þáttur. Já, ok. 3 leikir að mig minnir. Einmitt. Síðan á fimmtudagskvöldum skiptiborðið. Já. Hörður eitthvað með það ekki? Hann verður með það. Já. Tilþrifin í kjölfarið. Já. Föstudagskvöld verður síðan bara körfuboltakvöld. Og einn leikur alltaf allavega ef ekki 2? Já, mjög oft 2, stundum 1. Ok. Eins og núna 1. Því að stólarnir að fara að spila á móti Val á laugardeginum. Já. Þannig að það náttúrulega mun líka lita eins umferðina að stólarnir þurfa að spila svolítið ofta á laugardögum eða sundum. Já. Út af Evrópukeppni. Sem geggjað. Og við ætlum að greina þá leiki í extra. Já, við eigum alltaf laugardagsleikina. En sko, þú sagði bara fíflagangur. Ég verð samt að reyna að halda ykkur alltaf 2 svona niðri. Það var að fagmennskunni. Fagmennskunni, já. En það var svona, við erum með Má nú ekki gleyma ólympíuleika ekstra. Fagmennskan, heyrðu, við erum að fara að byrja með það á morgun. Ég veit nú ekki hvernig það ætlar að setja hana þátt í loftið. Vonandi seint í kvöld. Já, á morgun erum við að fara í tökur, þar sem Tommi og Andri eru að fara að keppa í sko alls konar íþróttagreinum. Við byrjum í frjálsum íþróttum á morgun. Ok. Þannig að þetta kúluvarp? Kúluvarp, hástökk, langstökk, 60 metra sprettur. Já. Og þetta verða 22 keppnir. Já. Þannig að við, á morgun ætlum við að reyna að taka upp 7 og svo bara... 7 á morgun? Þessar 4 og svo ætlum við að reyna að fara í Fótboltalandið, já. Vá. Svo bara handbolti, það verður körfubolti að sjálfsögðu. Svo við höfum eftir að finna allar þessar 22 Þú ætlar að gera allt þetta á morgun og svo kíkja á KR-leikinn með mér? Já, það nefnilega, þetta er eitthvað mest... Þú beilar að því að þú ert eitthvað með naflanum að leika í fótboltalandi? Þetta bara eitthvað mest busy vika bara í mínu lífi hérna, núna sko. Já. En við förum þetta morgun. Já, við verðum búnir, sko, hann getur sótt á leikskólan, sko. Ok. Ekki ágjörð því. Hérna, hvað ætlaði ég að segja? Svo ef við höldum aðeins á, sérfræðingarnir. Já. Komnir nýir. Það eru komnir nýir? Já. Og þeir voru frumsýndir 2 af þeim í gær. Hverjir voru í gær? Ég eftir að horfa. Já, Hlynur Bæringsson og Benni Gumm. Og Benni Gumm náttúrulega, hann að mæta inn í nýtt tímabili. Hann alltaf nýr en samt gamall, sko. Já, en hann bara með hanskana, tók hanskana af í gær í uppbytunarhættinum. Og hann bara lætur alveg fullt af hlutum flakka þarna í þættinum í gær. Til að mynda, sagði hann, Janis Akravanis, frábær leikmaður fyrir Stjörnuna, æðislegur. En ég bið ykkur, hvað sem þið gerið, Garbaðingar, ekki taka eldri bróðurinn. Alls ekki. Þannig að hann var með alls konar svona... Sagði til dæmis að Þór Þórðarsson og Lalli hefði átt að skilja síðastliðið vor. Já. Sagði hann eitthvað að hann hefði átt að halda fram á króknum eða? Ég spurði hann ekki út í, ég þorði því ekki bara. Nei, þorði því ekki. Hérna, ok. Eru allir áfram eða rakstu einhvern frá því fyrra? Ég rak engan. Losaður einhvern? Helgi Magnússon hættur. Já, hann var sænaður. Og hann fann í Grindavík. Og Pavel hætti bara sjálfur. Okay. Þannig að það var, bara vildi hafa hann áfram, æðislegur. En það var náttúrulega bara hans ákvörðun og vildi bara aðeins taka sér allavega áspásu frá körfubolta algjörlega. Maggi Gunni síðan kom aftur til okkar. Já. Allir aðrir áfram. Ok. Hlynur tók titil, já, Benni, já, og Maggi, ok. Það var mjög skemmtilegt í uppbytunarþættinum í gær, þá sýnum við svona myndband í byrjun þáttarins, bara svona hvað gerðist á síðasta tímabili. Hlynur lyfti titlinum og svo var Benni hérna, Hlynur hægra megin við mig og Benni hérna vinstra megin við mig og það var mjög skemmtilegt þegar þetta myndband í gangi, þá fór Benni bara í símann, sko, hann var ekki að Hérna, er ekki þá bara fyrsti þátti núna á föstudaginn, svo daginn eftir þá einn leikur eftir sem að þið krifið þá á mánudögum, basically. Já, við ætlum að taka þessa stólaleiki alltaf í ekstra. Ok. Krifja þá, það verður fagmennska. Já. Og Kristóf að spila á laugardaginn. Akkurat, hann verður undir smásjóni hjá mér. Já. Og ef hann verður eins og meistarinn að 7-16, þú veist, með 17 stig og 16 skotum, ég mun alveg að kóla það út og verður með fókus á því. Ég verð að gera það. Þú verður að gera það. Ég verð að gera það. Svo því miður verð ég nú viðurkenna það, ég var nú partur af þessari utanlandsferð. Já, ég bara... Hvað gerði í þessari utanlandsferð? Þetta var náttúrulega svolítið mikið talað þessa, að því að menn voru alveg að setja á grammið og svona. Þannig að það fór ekki fram hjá körfuboltafjölskyldunni. Það vantaði ekkert upp á það að menn voru að setja á grammið, sko. Hvað voru þið að gera? Voru þið bara eitthvað... Við gerðum ekki neitt.
Bara eitthvað lappum og drekka í Bandaríkjunum bjór. Já, bara nákvæmlega sem við gerum. Þeir eru í Boston, Já. einhverju rooftop, bara eitthvað að ligga í sólbaði með eitthvað pott á rooftop í Boston. Bara þegar þú orður þetta svona, þá er þetta bara það sem frekar kjánulegt. En ég náði að, sko, ég held ég að fengi 3. stigs bruna. Já. Hérna á leggina. Ég bara er ekki einu svona grínast, sko. Nei. Þetta er bara rosalega sem ég lendi í, sko. En það, þeir fara svona á Big 3, sem er svona að ykkur leiti spennandi. Hvernig var það Það eiginlega? er bara leiðilegt sem ég gert það. Ég er ekki grínast. Er ekki Ice Cube ennþá með það, eða? Jú, hann er með það. Já. Ég mætti 3 klukkutíma og seint. Heyrðu, sorry, ég grípa fram fyrir. Hafið þið séð Happy Gilmore 2, eða? Sleppti ég bara. Nei, ég hef ekki séð. Ég horfði á hann daginn og þeir eru þarna með þarna Maxi. Það er Big 3. Já, ángriðs. Bara eitthvað algjört kjaftaði. Þessi mynd var svo mikið vonbrigði, sko. Nei, mér veist nú. Það var gaman aðeins, en það átti ekki því. Ég var held ég... Það er þetta eitthvað mikið bara, þessi mættur, eitthvað svona. Jú. Það var svona ómikið, sko. Já. Já, ég er ósamar hraunar. Þú verður eiginlega, það verður aðstæðast að horfa ekki á það, sko. Já, ok, ég skal bara, já, ég tek Ég hana bara. byrjaði á hann, ég er ekki búin að segja hann. Þið verðið að horfa á hana. Bara out of respect. Þessi. Svolítið þannig. En á Big 3 á alveg, Andri var allan daginn, hann var að taka viðtöl og gera eitthvað svona innslag og við ætluðum að mæta, en svo var bara svona æsarn á þessu rooftopi og hérna... Rooftopi, eitthvað, sólbað í Boston, ég fatt ekki alveg bara Konceptið. Þetta er í raun og veru ekki konsept. Nei, Það verður bara að segja stóla sér. Já. En svo mæti ég þarna í Boston Garden og hérna, já, ég var orðinn svolítið, hérna, ég var búinn að fá mig svolítið, þarna, mætti svolítið seint og eitthvað. Fæ síðan fjölmiðlupassan á Andra, ég mæti þarna inn, Andri, hvað er með þetta? Og labba síðan niður á gólf. Og bara labbaði í flassið á Dwight Howard og knúsa hann. Sem er Verður nú að passa það honum. Já, Ha? kleipa hann eitthvað í rassina þeirra. Nei, ég er nú með það ljótt raskat, hann gerir það ekki. En það er bara, og ég held að hann hafi haldið í smástundir í bíti, á ég að þekka þennan mann og bara blessaður. Þannig að, hann er svona eitt að steiktast sem ég hef gert. Já, það hljómar eins og bara svona algjör draumaferð. Já, og mjög skemmtileg ferð. Hérna, sko, ég ætla bara að henda þér í bara spánaðina. Fáum hana bara upp á skjáinn. Já, ég með hérna í, sko, Áður en þú ferð í spánaðina. já, Svona vinsælsta spáin, líka bara fjölmiðlaspáin. Ármann og Ía eru niðri hjá eiginlega flestum. já, KR, ÍR og Þór eru hjá flestum 7-9. Stjarnan í 4. stingur mann svona smá hjá þér. Já. Þannig að útskýrðu mál þitt. ég held að verði smá svona, þetta er loksins komið hjá okkur, við urðum Íslandsmeistarar, ég held að verði smá erfitt að svona gíra sig almennilega upp svona í byrjun tímabilsins, en þeir eru góðir og 1-4 getur eiginlega að raðast hjá mér upp hvernig sem er, sko. Ég er nokkuð þungur á stólavagninum að þeir verði deildameistarar. Mér finnst Álftanes að vera spáð allt og neðarlega hjá öðrum. Já. Er það ekki bara að því að þeir heita einhvern veginn Álftanes, eða? Jú, það gæti alveg verið. Mér finnst samt eiga að skilja að þeir séu teknir svona alvarlega núna, því að þeir eru fara í áttalegúrslit sem nýliðar, fara í undanúrslit á síðast tímabili og það var ekki eins og stólarnir hafa eitthvað hendum út úr play-offs á síðast tímabili, sko. Þannig að ég held að Álftanes verði í topp 4 og ég byggi það reynda líka á því að ég hef engar, sko, mér finnst ekki neina líkur á því að þeir fylli ekki þetta 4. spott af útlending, sko. Þannig að þá ertu komið með brjálæslega flotta róteringu, sko. Við tókum þetta saman, þetta eru 9-10 strákar sem geta alveg komið inn á völlinu, sko. Já, 7-8. Já, en þú veist, þarna er ég að taka hérna Ragga Nat inn í það til dæmis. Mér finnst Raggi Nat alveg, hann getur gert eitthvað fyrir liðið, hann getur hvílt ekki aðeins, til dæmis. Ósammála því, en áfram gagn. Já, þú veist, á pappír er það náttúrulega snilld, sko. Nei, þá er ég nú að tala um, sko, bara 5-6 mínútur, sko. Já. Já, Hann er svona stólarnir. 2-18, það má ekki gleyma því. Það má ekki gleyma því. Já, Stjarnan, útskýra það. Já, bara, þú ert svo... Sko, hérna, Eru þeir bandarækjamaðurinn ennþá er ekki í shapei og ég svona hefur ágjörð að mögulega lenda þér í einhverju veseni með það. Og hvort þeir ná að, og svo bara Hilmar Smári, minnst bara að hann verði ekki með, fyrst, menn bara, það er bara rosalega erfitt að koma með einhvern inn í staðinn fyrir hann. Ef við ekki bara fara út frá þessu, áður en þú ferð,
ef þú þarft að fara. Það er Við vitum það ekki ennþá. Það er verið að sækja stelpuna. Ok. Ég er góður. Vindum okkur þá bara út frá þessum pælingum, af því að þetta er kannski svona the hottest take in your take. Já. Vindum okkur bara í stjörnuna. Ef að okkar besti tæknimaður hendi bara upp stjörnunni eins og liðið er í dag upp á skjáinn. Ég meina við sáum allir leikinu eða ekki. Hraunar, þú varst í Brann í menningarferð. Já, ég sá hann ekki. Björgvin. Ég sá hann ekki. Þið sáu leikinu ekki? Já, ég samt alltaf að viðurkenna að Ræderinn ég var alveg að fara fram og tilbaka, sko, en ég sá ekki. Ég var mikið á Það er Ræder. nú bara eitthvað aðeins að fara að tala um hennar Ræder. Þetta er nú eitthvað ofmetnasta, íslenskasta kjaftaði heimi, allir séu límdir við Ræderinn. Hann var bara Það er gott að láta Ég er bara pirraður yfir. Já, það... Ræderinn helgina maður! Þetta er Evrópa mútið Bandaríkjunum, sko. Þetta er samt mjög svona inngróið í Ísland, sko, í 90s og 2000 var þetta bara sett á RÚV í bara 12 tíma dag á einu sjónvarpsstöðina, að þú veist, RÚV 1 bara. Já. Þannig að fólk svona neyddist til að horfa á þetta. Ég er búinn að horfa á Ræderinn sinni svona 97, sko. Þetta er skemmtilegt. Þetta er skemmtilegt. Þú byrjar í golfvitum. Nei, ég er alltaf að þykjast gera það. Mér finnst þetta að vera eins og, sko, nú þekki ég fólk sem er Guinness góður. Nú er allir rembast við að drekka Guinness. Já, Nú er allt einu orðið cool að horfa á Ræderinn, af því allir eru að gera það. Ég sé fyrir mér einhver goons með fake yfirvarskegg sem við vorum að tala um áðan, að drekka Guinness og horfa á Ræderinn og finnast það alltaf ógeðslega leiðilegt. Það er Þetta er svolítið eins og pílan fyrir 3 árum. Það er allir byrjað að horfa á pílu. Já. Þetta er allt í lagi samt, þetta er bara annað hvert ár, sko. Þannig að verður bara, getur andað rólega næstu 2 árin. Fólk getur líka bara að horfa á Ræderinn án þess að setja í story á Instagram að það sé að horfa á Ræderinn. Þú veist, það finnst það gaman, horfðu þá bara á þetta, það er öllum drull. Ég er enda setti nú ekki Fólk bara ekki að horfa á Ræderinn og hafa gaman. Þú lítið ekki. Þetta er ekki dreitt, þetta er svo þreytt, sko. Bara... En ég skal alveg taka undir með flata Guinnessin, sko. Ég held að næsta er tennis, næsta er Wimbledon. Padel er náttúrulega líka, sko. Þetta er svona á Íslandi er næsta hot thing, svona, sín kaupir Wimbledon bráðum og það verður bara eitthvað svona, það verður allir í Ralph Lauren Polo heima hjá sér að setja stóra þessi og hófa á Wimbledon. Við höfum nú verið með Wimbledon. Það fór fram með mér. Stöðusport, síntíma. Bara fyrir samfélagsmiðla. Nei, ég man það ekki. Nei. En það er, reyndar, hef ég nú ekki hort mikið á tennis, ég nú ekki naða. En það er samt alveg gaman að horfa á tennis líka. Herru, aftur í stjórnuna eftir þetta rant, Sko, þið missa Július, Hilmar, Hlyn. Já, komnir farnir upp á skjá. Já. Sko, hann er að... 4 útlendingar inn. Ekkert annað. Og basically, sko... Þetta er svo, ég er bara svona að spá hvort að þeir séu of þunnir. Hvort þetta skipti, ég setti mínúturnar þarna með, skilji, ég veit að þetta er ekki fyrir utan Hilmar Smára, þá eru hinir í minni mínútum, en mann fannst alltaf í fyrra, það kom svona ungur og raunverulega efnilegur gaur inn á, eða, Júlíus og Hlynur Bæring svona bara alveg mörg ár í deildinni, einhvern veginn, það hefur kannski ekkert verið alveg replaceað. Ef við förum bara núna á... Það séu búin að missa bara. Já, ég meina bara núna helgina. Pablo Bertone í banni. Amerikani ekki komið með leyfi. Eða ekki lengur með þeim, ég veit ekki. Hann satt þarna allavega. Hann er með þeim með þá. Og þá var 18 ára Jakob sjötti maður. 20 mínútum. Skoraði ekki í leiknum, en þú veist var þarna. Það var ekkert eitthvað... Það var ekkert eitthvað lagður í einelti, þeir voru ekkert eitthvað að fara á hann, en þú veist, hann er svona ungur efnilegur og... Mjög spennandi. Já, bara einn af efnilegustu leikmönnum og allt það, en þú veist, þeir eru svo þunnir, sko. Já. Við fáum bara upp liðið þeirra í dag, hinnar. Bara hvernig við erum að lúkka í dag. Þeir sem sagt eru með Ægi, Pablo Bertone, Janis Agravanis, Orri Gunn, Bjarni Guðmann. Svo eru þið með Amerikana, sem er 5. Þetta er svona 6 manna fullorðið lið. Luka. Og Luka líka. Já, og Luka Gasic er vist svolítið góður. Menn á að tala vel um hann. Já, þannig að þetta eru 7 mjög góðir leikmenn. Já, þetta eru 7 góðir fullorðnir menn. Kannski er það bara nóg. Og svo Jakob, 8. maður. Varstu með Bjarna inn í þarna? Já. 3 fullorðnir Íslendingar, 4 erlendir. Jakob. Og Jakob 8. Mögulega er þetta bara nóg. Kannski bara loksins ungur stjörnumaður sem fær að spila. Menn hafa nú kallað eftir því mikið. Já.
En já, eru þeir ekki svona að fara meistara leiðina líka? Að þú veist, þeir eru bara að bíða eftir að þetta verði klárt í play-offsinu. Ég spáum mínum Það er bara að það fá einhverju að spila og þeir tapa leiki með regular season en þeir geta bara andað rólegir, sko. Þeir eru meistarar og þú er bara að bíða hvað ekki í play-offs. Já, spáum mínum náttúrulega bara út frá deildinni. Regular season, já. Mér er alveg mjög líklegir að vera meistarar, sko. Þetta er góðu punktur samt með Hraunara, kannski er bara komið að því núna að svona, þú veist, Hlynur er hættur, Júlíus Orri sem er náttúrulega frá Akureyri er farinn og það er svona mögulega kannski búið að búa þá til plássa að einhver tíman séu þá einhverjir stjörnumenn sem að fái að spila í liðnum. Orri náttúrulega fór á sínum tíma. Úr þessum frábæra yngri flokkum. Já, úr þessum frábæra yngri flokkum sem taka endurlösa titla. Ég meina, Viktor fékk eiginlega ekkert að spila í fyrra. Kannski synd fyrir það að hann hafi farið núna, sko. Það hefði verið flott fyrir þessu 8. manns Já, algjörlega. rullu, sko, en líka bara flott fyrir hann að fara til Bandaríkjanna. Já. Þannig að... Já. Ég meina, þetta lið getur alveg unnið þetta bara aftur, eða ekki? Jú. Þeir Eru þeir ekki búin að vinna alla leiki núna á pre-season? Mér finnst þeir saman. betri á pre-season en ég Já. Já, ég sammála bjóst við, sko, svona eftir Eurobasket og hafa bara verið nokkuð samfærandi. Unnur ekki Tindastóll með 20 stigum eða eitthvað? Jú, ef K.R. á morgun, það verður mjög svona, þegar þau taka það bara án Pablo Bertone og mögulega, ég veit ekkert hvað staðan er sem Amerikana. Ég held að þetta sé líka eitthvað spurningum leyfi hjá honum. Já, hlýtur Ég held að hann verði ekki með á morgun. Nei. Þarna er myndin. Elijah Lufile heitir hann, maðurinn. Og Benni, þú veist, Benni Gummi hefur búin að skoða hann strák mjög mikið. Hann hefur alltaf sér að taka hann áður. Hvern? Elijah. Með við það sem ég heyrði er það nú bara gott að hann tók hann ekki. Já, en hann samt segir að hann er svolítið oft out of shape þegar hann mætir til leiks. Já, Hvað er Já, Jakob? Og svo er hann bara mjög, hann hefur mikla trú á honum. Er hann ekki... hann er 18. Hann er 18. Er hann efnilegasti 18 ára gaurinn bara á landinu? Eða... Já, heila. Allavega með að við bara svona, úst, tölundar úr þarna einhverjum drengjaflokksúrslitaleik og Norrlandamóti og svona. Hann var með einhvern leik og síðast tímabili í einhverjum Í drengjaflokki. KFG líka var hann alveg að droppa tölum, sko, í fyrstu deildinni. Þannig að þú veist, hann gæti líka bara orðið nokkuð solid bara 8. skilurðu. Já. Mögulega. Ég held að þetta verði... Hvað finnst ykkur ég elska að ræða þetta KFG, Pablo og taka út bannið dæmi. Já. Ef að ræða það eins. Bara snild á með það er hægt, sko. Það eru bara snillingar. Hversu mikið mátt þú tjá þig sem þáttastjórnandi og nú eigið þið sjónvarpsréttin að þessu, eruð þið örugglega góðir vinnir. Já. Ég er alveg svona búinn að vera svona, hafa gaman að dómaraumræðinni. Hvað segir þú alltaf, Hreinar? Engin dómari? Engin laukur. Engin laukur? Engin lauk fyrir engin dömari. Það er dómarumræðum á, vá. Það er alveg búið að svona miða við að þið og KKV eru alveg vinir, Já. miklu samstarfi. Þá er alveg búið að vera mikill hiti. Já. Mikið af hetjupistum og vísi og annað, sko. Ég hef nefnilega tekið þann, sko, pól í hæðinni. Ég er búinn að reyna viljandi að vera svolítið fyrir utan þetta. Ég er náttúrulega fréttamaður líka, sko. Já. Ég fjalla ekki um þessi mál, til dæmis upp í vinnunni hjá mér, sko. Mér finnst það óþægilegt, sko. Sem þáttastjórnandi í körfuboltakvöldi, þá er ég líka í þeirri hlutverki að lyfta upp deildinni og allri umgjörðinni og tek því mjög alvarlega, þannig að... Þessi umræða er ekki til að hjálpa deildinni, Nei, skilurðu? alls ekki. Þú veist, ég var svona smá komin í það, strákar. Jú, það ekki, einhver er ekki bara áhugan og svona fólk að eitthvað til að þrasum svona áður en að deildin Ég byrja. held að þetta, jú, auðvitað, þú veist, það er náttúrulega oft talað um að öll umfjöllun sé góð umfjöllun, en ég held bara að mér veist svona, ég hef ágjörð að fólk sé verið svolítið snöggt í dómarabyrjingum. Bað í dómarana, já. Og það er aldrei, og ég hef alltaf, þegar ég var með handboltan og fór svo yfir körfuboltan, mér finnst bara dómaraumræða alveg disasterleðileg, sko. Er ekki svolítið svona, hvað kallast það? Skotleifi á dómara líka bara í umferðinu á morgun, eða? Ég fór á æfingaleik og það var alveg bara svona, þú veist, þá var Davíð Tómas dæmið nýbúið að vera í umræðinni. Já. Það er alveg bara svona, frábært að þú sért að dæma, Davíð ekki. Já. Það er bara svona, Mér varst rosalega skrítið það sem gerist í úrslitakeppninni í fyrra á þessu ári. Þá einhver dómarnir voru farnir að standa sig kannski að mati áhorfenda svolítið illa. Þá var farið að, ég veit ekki hvort minni eftir þessu, þá var farið að kalla í sko 1500-2000 manna húsi
hvar er Dabbi? Já, það var skemmtilegt. Bara mörg hundruð manns. Já. Það er náttúrulega bara hræðilegt vinnuumhverfi fyrir þessa þremenningar sko, sem er inn á vellinum. Sá sem vill gott vinnuumhverfi, hann hefur nú aldrei farið að dæma íþróttaleiki. Rétt. Þeir eru með ákveðna sjálfseyðingar. Já, það er bara þannig og það er bara klassískt að tuði dómaranum og kenna honum að þú veist. Þetta eru spes típur líka, svona einmitt að fara bara svona, Heldur betur. bara svona lappa með kassan úti og bak við þig eru fullt af einhverjum frussandi gaurum og þú sett ógeðslegur aumingi og þú ert bara svona stendur með flautuna, kassan út og býður eftir því að já, reyndar bara tilbúið, hérna bolti, djútt. Flauturinn er ekki þar réttur boltan, en þú veist hvað ég meina og þú bara svona nýtur þess að bak við þig séu fullt af einhverjum þróttamönnum öskraði, sko. Já, þetta er náttúrulega alls ekki vinsælt starf. Nei. Ef þú vilt vera dómari og virkilega leggja þig fram, sko, þá held ég að leiðin ætti að vera frekar greið. Djúvill fannst mér meistarana soft dæmdur. Já. Og ég pældi í þessu, hérna, talaði við hérna, einn af okkar atvinnuþjálfurum erlendis í Pölten. Förum í hans spá eftir, einn af sérfræðingum þáttarins. Þáttarins. Ekki sína hérna gauðin að ég kann ekki að tala. Nei. Það gæti þurft að leiðrétta stafsetninguna mína þetta. Hérna, sko, það sem ég var að spá er að nú eru komnir einhverjir leikmenn inn í deildina. Amerikanin í Valur að spila hana leik og eitthvað svona. Svo, hérna, er dæmt á allt í þessari leik. Það var bara verið að dæma, sko, handcheck á ægi og yfir baki frákasti og bara svona, ok, þetta er bara svona eðlilega körfuboltadeild, frekar soft. Vill á allt. Heyrðu, og svo líður inn í deildina og þá er allt inni komið bara playoffs. Þá erum við með einhvern þátt hérna og þið eru með eitthvað þátt og bara svona, já, þessi Kani, hann hefur náttúrulega ekki séð íslensku úrslitakeppnina. Og maður bara svona, við getum ekki drullað yfir þessa útlendinga þegar dómararnir skipta bara þú veist, íþrótt Þetta er ofta eins og önnur íþrótt, sko. Þetta er svo mikið kjaftaði. Og þetta var Kristinn Óskarsson að dæma þennan leik dæmandi á alls konar sko soft bullshit af því að þetta er septemberleikur. Þá er líka búið einmitt að fara vel yfir. Er einhver áherslu sem þarf svona að leggja? Að fara yfir áherslu. Og svo bara, Mr. Griffin, now it's the playoffs. Og bara núna, þú veist, máttu bara fara og berja alla. Þetta er svo skrítið, sko. Ég er bara fegurinn þetta líka. Já. Auðvitað er þetta skrítið. Já. Þú veist, þetta er ekki svona í neinni annar íþrótt. Að bara reglurnar breytist. Nei. Ég vil bara dæma eins bæðamenn. Já, en þú ert þetta. Ég vil hafa. En þú mistir nú aldrei skap þitt við dómara. Aldrei. Frábæra manneskjur. Ég fíla línuna í play-offs og ég verður bara til að hafa allar 22 umfyrir. Já, ég er sammála því og þess vegna fannst mér þetta way off soft. Skilurðu? En það voru líka sumi dómarnir þarna sem að sérstaklega stjörnumenn sem spila alveg svolítið svona aggressíva vörn. Þeir voru alveg bara svona, hvað er þetta? Þeir voru komin með 2-3 villur í fyrri áleik. Orri er nú ekki mikil tuða, hann tuðaði endalaust hann fyrir 50 villina. Orri, Janis og Luka voru allir komin með 2-3 villur í fyrri áleik. En já, þetta var bara svona dómararandið í þessum þætti. En mér finnst þetta samt góð punktur að þú veist, ég man bara Remi Martin þegar hann kemur inn í úrslitakeppnina, þá var hann bara, hvað er að gerast, skilur? Já, ég veit það. Dwayne Lautier líka. Já. Tyson og Alexander núna, þú veist, núna hann var bara að missa sig í úrslitakeppninu. Já, Lautier mjög gott dæmi, sko, hvernig Álftanes spiluðu svona íslenska úrslitakeppnisvörn á hann. En hann var samt búinn að vera að fá, sko, 13 víti að meðaltali leik. Allt seasonið, skilur við. Mögulega eru kannski líka bara margir, þú veist, svona verri dómarar að dæma, læra setti dómarar sem að flauta miklu meira regular season. Sem mæta, þú veist, Simmi og Kitty í playoffs og nei. Já. Því í grunninn náttúrulega viljum við bara aldrei leyfa þess að fljóta, sko. Já, maður vill ekki taka eftir þessum dómurum, sko. Nei. Það er nú svolítið erfitt að taka ekki eftir þið með VAR-drastið í gangi. Það var nú beðið VAR í síðasta leik. Já. Það á að vera svona. Það er víst körfuboltinn. Þetta er nú bara eitthvað perralegt hjá þess. Líka bara, hvað gerir þetta hægt? Hvað sástu fyrir það, Matti? Þetta gerir einhverja peru, eða? Mér minnir það allan, þetta sé hringur. Andskotin. Herðu, hvað hefur við að gera næst? Hendum okkur í spána hans Ísaks af því að ég var að neymdroppa hann.
Hann var með nokkur hot take. Einar, hendum okkur Ég er í topp 4 með það. Er hann með IR ofalega? Já, Sjokkar. hann er nefnilega með IR svolítið ofalega og hann rökstuddi það nú við mig að hann vill meina að Jacob Falco sé besti Amerikaninn í deildinni. Eru þið sammála því? Erfitt að segja, maður er ekki búinn að sjá þess að gauðra, sko. Það sem, býtu, DeAndre Kane er Ungari, Já, þannig að, já, ég bara, það sem ég veit, þá myndi ég segja að hann sé með betri bandaríkjamönnum í deildinni. núna, þú var að senda þér það. Ég er sammálaðið, mér er samt svolítið skrítið að hann komið hérna aftur. Og Já, Það sem ég fannst svo sko, skrítið... hvað getur hann gert betur en á síðasta vetur, þú veist? Hvað er uppsætið fyrir hann að koma aftur? hann getur ekkert gert neitt meira. Mér fannst bara skrítið hvað hann fljótur að kvitt undir. Já, Já, eða sammála ég því. er ekki að tala um hann eða þetta að fara í eitthvað annað íslenskt, Nei. en maður er eiginlega, eða þú veist, það hefur verið eðlilega hann hefði farið í sterkari deild, sko. Já, ég er mjög sammála því. En bara frábært fyrir í er að ná að halda honum. Já, ok, hér er þetta komið. Höldum áfram. Sko, Já, hann er með þá í fjarkanum. já, ég meina það kemur, hann spáir Álftanes ofalega eins og þú. Já. Hann hendir í hérna í 4. sæti, vill meina að þessi Georgiumaður og viðbæturnar í liðinu séu frábærar og talar um að það sé verið að eyða alveg peningum í þetta lið. Maður sá það á Eurobask, þetta Georgíumennir eru margir hverju góðir. Já, 100%. Peningadeild. Ég meina, Hann er með Val í 7. það stingur kannski smáleika með Njarðvík í 10. sko. Já, já. Og ég meina, þetta er okkar eini atvinnu þjálfari í körfubolta, er það ekki rétt í mér? Erlendis. Já, erlendis. Bíddu. Þú ert ekki atvinnu þjálfari þegar þú lappar út á Hlíðarenda á kvöldin til þess að rúlla, sko. Þú kemur okkur tómum kofunum hjá mér núna, ég er bara ekki Já, verið. ég er ekkert eitthvað rosalega margir, sko. Er Rúnar Ólafsson ennþá Í að Finnlandi. þjálfa í Finnlandi? Ég veit það ekki. Chris Kjert er einhvers staðar líka? Chris Kjert, hann er alltaf íslendingur. Hann er í Napoli, eða ekki? Hann er í Serie A? Já. Já. Mögulega einn af 3 atvinnu þjálfurum þá sem við eigum. En er þetta ekki þannig deild að Njarðvík getur alveg lent í 10. sæti? Ég, Þeir eru alltaf í úrslitum, held ég. já, ég held að þetta sé algjört. Ég held bara... Ég er mjög ósammála því að Njarðvík sé, úst, Ég myndi ekkert spá þeim í 10. en þeir geta alveg lent í 10. sæti að mínu mati, sko. Getur alveg gerst. Rúnar Ingi sigliðum í playoffs. En Það er bara það. Valur verður ekki í 7. Nei, sammála því. Nei, ég meina með að vera meistaraleik samt, sko. Ég meina, ef að ræða Vala eins, ég meina, Þeir fengu þarna einhver 16 tækifæri til að klára leikinn í undir lokin. vantaði samt 2 byrjunarleikmenn í Stjörnuna, sko. Já. Ég er bara svona, Mér finnst bara típist Valur að vera ekki Ég er alveg brotat hjá Val líka. fannst þið líka bara svo tótali átur. Hjálmar Stefánsson í þessum leik. Er það að grínast, eða? Hann bara, Ég var á rætarinn, meira. Varst þú að horfa á rætarinn? Já, miklu meira rætarinn. Ég meina það er bara eins og Hjálmar hafi bara ekki sko snert körfubolta né bara íþróttahús golf síðan að þeir döttu út í fyrra. Já, hann fór náttúrulega í aðgerð strax eftir tímabili. Þannig kannski er þetta bara rétt. Skipta sig- Hann er alltaf frændiðinn. Skipti sig í sumar, eða ekki? Jú, hann er náskildur. Það voru að taka upp hans. Frendi minn. Ha? Það voru að taka Nei, ég er ekkert að taka upp hanskan fyrir hann. Ég veit bara að hann fór í aðgerð og hné bara strax eftir tímabili. Já. En hann er ekkert búinn að Hann er að jafna sig. Já. Ok, það hlaut eitthvað. Ef það er Ég vissi að einhver- þú væri með skýringuna. Ef það er einhver sem hjólar í Hjálmar, þá er það ég. Já, ég, eftir þennan leik, ég skal hjóli hann allan leik. Maður segir, þetta er samt svona alltaf. Þeir eru ekki inn í formið, þeir nenni sig ekki, ger ekki neitt á sumrin, bla bla bla, alltaf meiddir, svo eru alltaf bara drullu góðir. Já, en sko, daldið, þú veist, Tæfa Patmos var með þeim alltaf í fyrra. Já, Kristinn Pálsson. Kristinn Pálsson. Er ekki Er það Kristinn ekki tveir Pálsson? bara svona topp 5 bestu leikmennir Ég ætla einmitt að segja, Ég meina, sko. talaðu um samt Kristoffer Eikóks, hann ætla ekki í valinu landslið, er hann ekki með svolítið svona Hann ætti chip on his shoulder hann ætti núna? að vera í revenge mode, klárlega. Þú myndi halda að hann myndi bara koma inn og vera bara bestur. Já, Já, og líka þeir náttúrulega gekk illa hjá þeim, bara á síðust tímabili í úrslitin. já, bara 100% á að leiða þetta lið. Þú veist, svo bara, með þess Kári bara allt svo brotat líka. Hann er búinn að vera það í regular season og já, þetta er þungt. Var ekki einhver Já, greining, sko, var ekki ég- einhver greining hjá okkur í ekstra á síðust tímabili að Kári lítur svona út eins og einhver drengur á bókasafnun í MH?
Jú. Það er ekki greining. Jú. Þetta var fagleg greining. Já, það var svona fagleg greining. Já. Maður sér þetta alveg, sko. Hérna, þetta leiðir okkur þá bara inn í þína spá, Tommi. Já. Hérna, fáum upp spána frá Tómasi. Það er náttúrulega risastóri hlutir að gerast hér. Hann er að spá Þór Þorlákshöfn niður. Já. Sérðu strax eftir því eða akkur þetta svona... Nei, ekki þannig. Er þetta eitthvað, er hann ekki bara eitthvað að bulla, raunar? Jú, já. Sko, Skilstu hvað hann er að fara, ég sko? bara að því að Þór Þorlákshöfn 4 útlendingar sem þú segir að sé allir geggjaðir. Hatti segir það. Já, ég veit ekkert um það í rauninni. Já, við erum að skora mikið af stigum á undirbúningstímabilinu. Já. En svo finnst mér bara drop-offið þaðan vera alltaf mikið, sko. Já, úr útlendingunum. Já, bara þeir 4 og Dabbi Kongur, Dabbi Kongur. Emil Karel. Einmitt. Emil, Þú veist, ég er bara, já, ég held að sé komið að því að íslenski kjarninn deliveri ekki. Nei, Ég hluti get- af honum farið til Ég Grindavíkur. get ekki heyrt bara þetta orð lengur í kringu Þór Þorláksson. Íslenski. Þetta er núna hérna, og svo er þetta Ísak Purdue komin heim frá Selfossi. Já, Er eitthvað mikið, þú veist hvað er, einhver annan strákur Selfossi sem kann að berjast. Skarphéðinn komin það líka. Eru þetta 8 leikmenn Þórs? Það eru bara, ég meina, Ég held bara Ármann sé ekki nógu góður. maður, Já, Þessi frekar, sko. þar er ég að horfa í íslenska kjarnan. Já. Arnaldur Grímsson og Frosti og Bragi. Bragi. Cedric Bowen og Bragi, skilurðu? Ég meina, já, ég held bara að Þorlákshöfn muni alltaf einhvern veginn svona vinna einhverja leiki á heimavelli bara. Þessi litli Kani, Jacobi Ross, lítur svakalega vel út, svona ræður enginn við hann. Þá er bara svo auðvelt að vera ángríns, Dabbi Kongur og Emil Karel og standa í Já, horninu og berjast og litli Kani bara splundrar vörnum og þú þarft bara að taka aukasendingu og berjast, sko. En þetta er leiðin fyrir Ármann að halda sér, myndi ég að segja. Þú veist, þetta er þeirra sens að Þór Þorláksson falli. Já. Ég sé ekkert annað lið sem... Nei, þetta eru þessi 3, eru þarna, Ég finnst held að, mér. já, Svo ef maður bara eitthvað að horfa, þú veist, þetta er voðalega gott núna. En bara eitthvað leikur 12 og þeir eru 2 meiddir og já. Ísak og Skarphéðinn þurfa að spila þetta bara 25-30 mínútur. Bara tapast leikir. Já, já. Er til einhver sem er hægt að sækja Íslendingur at this point? Búnir eða ekki? Var ekki Raki Braga Hann var svona síðasti- síðasti bitinn á markaðunum einhvern veginn? Jú, hann var að Þú nefndi nú hérna Everett síðast þegar ég var í þættinum. Já, já. Og hann fær ríkisbútarrétt. Hann er- Hvenær var það sagður? Ég held að segja í nóvember. Er hann ennþá án liðs eða hvað? Maður tæki alltaf hann sem Íslending. Já. Ég hugsaði líka um dag, ég veit ekki hvað hann er að gera. En stundum sé ég Gerald Robinson í standi. Gæti hann ekki Það væri alveg hægt að nota hann alveg hægt að nota hann svona, trekkja hann eitthvað í gang? Nei, ég meina, ég Hann er í standi, ég veit að það er líka bara búið að spyrja Danir og Tómas hvort Já, hann já. langi kannski að taka one more year. Já, Daniel og Thomas, síðasti leikurinn hans var í play-offs 11 stig, skilurðu? Já. Ég meina, það er bara ekkert mikið það. Ég meina, er búið að hringi þig, Raunar? Raunar að draga þig á lappir? Nei, alls ekki, Ég meina, það er bara, með þessa reglu, þá er til pláss allt í einu fyrir svona Íslending sem getur leyst þessar 5-6 mínútur sem þú varst að tala um Ragga Nat með. Já, já. Fá Mirko Vírevic í. Já, En mér finnst skrítið einmitt, sko, eins og einhver saði í einhverjum þættinum hérna, þú veist, að það sé, nei, þú sagðir það mögulega, að það sé ekki, þú veist, þessi lið hafi ekki einhvern veginn reynd að ná í Sigvalda eða Viktor Steff, þú veist, einhverjum svona Íslendingar sem eru ekki á krakka aldri og þú veist, þessi leikmenn væri frábæri Þorlákshöfn sem svona 5-7. Viktor er í fjölni, eða ekki? Já. Sko, það sem er áhugavert er að það eru komnir inn á Epic Bet season Props. hérna stuðlar og þú segir að Þór Þorláksson falli, það er 5-földun. Það er svokallað value. já, ég myndi segja það, ef við erum að horfa kannski eitt fyrir meðist og erfitt að sækja. Já. Það er bara mikið valjú við þessu. Ég segi þú setir 1000 evrur á það. Já, já, Hvað ætlar að gera við þessar 4.000 sem að þú græðir? Við gerum eitthvað skemmtilegt. já. Sumarfrí komið. Ég fæ þá, ég get þá kannski komið í Boston-ferðina. Það er búið að bjóða þér 2 ár í röð. Já,
Ég vil halda þessi fælu, ekki vera með, já. Sko, ef þú, ég meina, það eru nokkur svona skemmtilega línur í viðbót þarna, ef við bara hoppum á næsta, sem að þú varst með, Tommy. Já. Sko, þetta er að KR komist í bara úrslitakeppni. Já, já. Hvað Þú segir faraðir inn. Raunar? Ég myndi bara frekar taka nei á 2,2. Þú myndir segja nei á 2,2? Já, Horfi í valjúið. já. Nú Já, svona. ég er svo heimskur í þessum hlutum. Hvar sérðu 2,2? Er það... Hann bara veit. Ég var að skoða Fuglinn, þetta hann veit. Ég var að skoða þetta án. Hérna, 1,7, viðst það er ekkit... Viðst það ekkit eitthvað? þetta eru bettin hans. Þetta Já, eru já, season ég er bettin bara- hans Tomma. Það er bara komin löngun, hún er á KR Já. að komast í play-offs. Sko, ef að ykkur langar að græða bara 600 evrur, þá takiði IA að falla á 1,6. Mjög nokkuð djús í, sko. Það er svo kallað free cash. Maður fær ekki þannig vext í banka. Nei. Er það 1,6? Já. Ég myndi segja að það er svona, það er 100% bett. Já. Er ekki skæin lélegastur í deildinni? Ég er búinn að pæla í þessu Ég af því held að að í þetta geti já. einhverjum þáttum settum við Ármann neðar, sko. Ég er bara komin að það að skæin, þú veist, með Lúsén sem fjórða útlending og Kristó Og Gísla Kristó með. Gísla sem íslenska kjarnan. Ágúst Góði sem hefði getað verið svona íslensku Er hann kominn þangað? Nei, hann fór út til Þýskalands. Þú veist, það er ekkert. Þeir eru með... Voru ekki skagamenn samt, voru ekki ármenningar í næsta sæti í sérst official spanni? Jú. En byggt á hverju? Ég er svona forðin, þegar fólk veit hver Bragi Guðmunds er, fólk veit hver Báen er og eitthvað svona. En þú veist, ég var alveg svona til að spyrja... Ég horfði að maður held að væri kannski komin einhver peningur hann. Já, Væri kannski að gera eitthvað meira. já. Þetta endaði bara ekki neinu. Ég tóku 3 útlendinga, við veitum ekkert Ertu um það. með IA liðið? Það er alltaf mjög sérstakt að Lúsien sé fjórði útlendingur sem... Já, hann er fjórði, já. Og svo er þetta bara einhverjir 3 nýjir. Já. Þannig að ég væri til í fólki sem að spáði í spáni ykkar, the official one. Ég var svona til í að labba inn og spyrja formann, ég veit það ekki, Grindavíkur og þjálfara Keflavíkur og svona, er þetta ekki þjálfari fyrirlið formaður? Jú. Og svona spyrja bara svona, á hverju byggiru þetta? Af hverju heldur ég held að fólk viti ekki raskat. Nei, ég held bara að þeir unnu fyrstu deildina. Já. Það er bara svo einfalt, sko. Bara svona, já, talandi um íslenska kjarna. Það er enginn sem að var spáð þarna fyrir, sem að gæti nefnt 2 íslenska leikmann í Akranes. Já, og ég get það ekki. Getur þú það? Nei. Getur þú það, Tommy? Nei, ég held ekki. Nei, ég og Hraun ekki það. Hvað er með það? Hvað er ekki Júlíus Dúra Nóna? Já, og bróður hans? Já, Dúra Nóna bræður, já. Já, ok, það er komið 2. Já. Er það skildur Húlían? Út með Styrmi Jó, og út með þá 2. Ég er með Sinni Kristoffer. bróður hans. Kristoffer. Já. Þú ert Dúra með, Nóna. já, bræðurnar. Og svo ertu með Styrmi Jónasson. Já. Og hvað meir, þú veist? I don't know. Ég þekki það ekki. Við þekkjum það ekki. Sko, næsta spá er Hraunar. Fáir sem að vita kannski, Hraunar, að þú ert einn af okkar, já, eflaust sögulega sé bestu körfuboltabetturum landsins. Það er þín orð. Nei, það var reyndar einn sem sagði mér þetta í gær. Það eru margir með þau orð í rauninni. Þú ert svona a street legend. Er það ekki? Jú, segjum það bara. Þetta er þín spá. Hún er svolítið svona, hún er meira eftir... Það eru lítið um hot takes. Já, það er lítið um hot takes. En þú ert líka með, það eru allir með... Þú veist, Stefán, þú varst að segja að Álftanes sé spáð of neðarlega fyrir þinn smekk. Nú eru hér allir sérfræðingar þáttarins Run and Gun að spá Álftanes í bara topp 3. Já. Sko, ég held að þeir verið góður í regular. Ég veit ekki alltaf með því í playoffs. En þú veist, maður horfir í að Valur og Grindavík séu kannski svona lengi í gang og droppa einhverjum leikjum hér og þar. Og verið kannski meira klárir í playoffs. Og ég sé Álftanes alveg vera með, þú veist, bara klárt lið. Þeir eru bæta við þarna. Evrópmannum þó að Haukur sé meiddur. Mér finnst það bara þéttir, sko. Já. Ég held að Haukur sé bara dett inn. Það er ekkert langt í Hauk. Nei. Mér finnst þeir mjög spennandi. Og Keke er bara ógeðslega góður. Sigurður Pétursson getur verið frábær. Rosalega massaður. Já.
Er það massaður? Er bara massa sig? Já, hann er ekkert að Meira? Já, bara herri, já. Eðlilega massaður. Hann einmitt toppaði sig bara frá því á síðast. Ég sá einhverju mynd á hann, það var alveg. Og þessi mynd sem birtist af Álftanesliðinu. Var eitthvað búið að hérna, Já. photoshoppa þetta? Hann var eitthvað ótrúlega massaður. Og svo mynd líka bara sannfærið mig það að Álftanes verður bara fínir. Það leit út bara að vera þessi hópur. Það var svona kallmannlegur hópur. Já. Já, ég er sammála Líka bara hérna Brjánsi í þættinu með þér sem ég hlustaði á. Já. Bara svona alvöru gaur sem ég held að gera bara sem þarf, sko. Já. Ég held, mér finnst þetta úkislega góð punktur. Þeir voru líka bara einhverjur í þessari ferð úti í Króatíu, nei, í Portugal. Það voru bara einhverjur 8 stjórnarmenn með þeim að úti. Þannig að það er líka mikið backup í gangi þarna, sem Kjartan er með. Allir peningamennir á nesinu eru í kringu Já, liðið og svona. Þetta er gaman stemming, að fara að leikið þarna. Verið að hérna, eru þeir ekki með fyrsta herrakvöldi? Það er byrjað að auglýsa það. Já. Farið í efstu hillu ykkar maður, Rikki G. veislustjóri. Sendum við ekki naflan í fyrra? Á herrakvöld Álftanes? Jú, hann sendur það. Það verður alltaf sendur á okkur Það fleiri. gera það eftir. Sendur á okkur fleiri. Hérna, og svo eru þið með mjög góðan heimavöll líka. Já. Það er alltaf mætt og það er alltaf einhver krakka með dólgslæti. Einhvern veginn, Henry Birgir aðna labbandi bakvið og svona stare down og... Það verður alveg skemmtilegur í Álftanesi nóvember, desember, janúar heldur en það verður á Skaganum í heimaleikjum. Já, Fattarðu? einmitt. Þetta getur verið dálítið súrt Skagamenn samt er að fara í nýtt hús. Já, en þú veist, þetta getur súrna fljótt, skilur, og súrnar, þú veist, já, Val bara mætir enginn Nei, á leiki þessa mánuði. Já. En þannig að Álftanes er bara stemning og það gefið þeim dálítið í regular seasoninu. Já. Ég er samt að spá með þess að spá, sko, hvort maður vilji setja Keflavík aðeins ofar kannski. Ég var aðeins að hugsa þetta. Já, Þeir eru búin að vera góðir á pre-season, einmitt. margir sem þurfa mikið að sanna. Já, mín spá er smá öðruvísi, sko, og það er ekki bara svona til þess að vera á móti, sko. En ég er með Keflavík, kíkjum bara mína spá eftir. Hér er official spáin mín, hún er náttúrulega nákvæmlega samanstað Keflavík hjá þér, þannig að það er engin umræðefni þar. En ég veit það ekki, ég held sko að þeir eru margir sem spá Tindastól í efsta sæti. Já. Sko ég held að Tindastól verði alveg svona smá regular season Euro-þreytir. Já. Ég sé fyrir mér eitthvað svona Drungíla setja út 1-1 heimaleik, eða svona leik á Íslandi og Erum við, Hvernig er staðan núna? mikil ferðalög. hvert er að fljúa, hvert fara þeir? Þeir eru í Bratislava bara núna. Já, Þú veist, svo bara fara þær til Noregs að heimsækja Gimlamenn, eða það er kannski á Íslandi eða eitthvað. Þú veist, þetta er bara svo allt öðruvísi líka einhvern veginn, sko. Herri, þeir eru að pakka Inter Bratislava saman. As we speak. Vel gert. Já, ok. Hvað er þið miklu yfir? Það er einhverjum rúm 12-10 stigum. Já, það er þrótt að maður hafi ekki hent sér á plus 7-5, en það er bara eins og það er. Sko ég er að fletta Þá er ég að núna spánu okkur í körfuboltakvöldi sem er bara sameiginleg spá okkur allra, þá er Keflavík í 5. Já, þetta verður eflust einhver klessa þarna í miðinni, sko, en ég held að Skaginn verði rock bottom 12. sæti já. og ég spái Þór Þórðarson inn í playoffs. Finnst einhvern veginn, við höfum líka alltaf, hversu oft höfum við eitthvað, þú veist, fellt og afskrifað þetta Þór Þórðarson? Það er eiginlega að setja þá að það neðst, sko, alltaf. Er ekki Sembúli farinn? Var hann ekki límið þarna, dálítið? Ég veit það ekki. Er ekki Emil Kari límið og hann heldur áfram? Fyrirliðin. Er ekki Lalli Jóns fyrirliðin? Nei, fyrirliðin, límið. Ég allavega þetta er líka svona season Óvissa. bettið mitt, ef við getum hent því upp á skjáinn. Sko, Þór Þórðarsson to reach the playoffs. Mér finnst það í rauninni þvæla, sko. Finnst þér það þvæla? Já, mér finnst það þvæla. Hvað finnst þér IR eða KR hafa yfir hérna Þórðarsson? KR með Tóta Turbo. Já. Og erlenda leikmenn og það er miklu meiri stemning yfir KR-liðinu. Já. Mér finnst Ég held að sko stuðullin, ertu með þá mynd? Hérna Þór Þórðarsson Mér finnst bara rosalega óvissa í kringum þetta Þorlákshafnarlið. Bara með... Stuðullin er þreföldin og að þeir komist í. Já. Það eru 3 lið sem eru að berjast þetta 8. sæti.
stöðutinni 3 og Þorlákshöfn komist í það sko. Já, já. Þeir þurfa að vera fyrir ofan falliðin 2 og svo þurfa þeir að vera fyrir ofan hérna IR og KR. Já, þannig að þetta ekki útilokkað, skilur við. Mér finnst þetta bara frábært bett sko. Já, já. Við verðum að vera sammála að vera ósammála. Já, við erum það. Ég líka bara vil ekki fá þá þvottakörfubræður á bakið með enn einu sinni að spá Þorlákshöfn slæmu gengi. Nei. Þá er Ég bara, og er Lalla að fara að koma með einhverja töfra, þú veist, þetta ekki, ég held að það var einmitt sammála Benna þar að Gárungarnir í Þorlákshöfn hafa Lalli talað er að sé mikil þreyta. Já, er þetta ekki, þú veist, orðið dálítið mikið þreyta. Gárungarnir Þorlákshöfn getur náttúrulega grjóta sig sko. Þeir, þú veist, Lalli er búinn að vinna titil og gera það sem hann vill. Já. Búinn að halda þessu bæjarfélagi að þessum búa 1000 manns eða eitthvað. Já. Steddi í úrvalsdeild og alltaf komist í play-offs nema einu sinni fyrra. Já. Bara, þú veist, Þetta er eiginlega orðið að sama bara með Lalla í Þorlákshöfn og Vidda á Egilsstöðum. Þú veist, og hjá Inga Þóra og Snæfell á sínu tíma. Já, herðu. Þú veist, þetta er bara svona leysist upp, einmitt. skilurðu bara þegar þeir Ég ætlaði að segja það, frábært dæmi Ingi Þór. Hvað er svona búið að vera að frétta í hólminum frá að Ingi Þór fór? Já. Þú veist, og ég sé alveg fyrir mér að þú nefnir líka Vidda, þú veist, daginn sem að hann ákveður að fara úr Fljótsdalshérað og taka við KR, hvað þá? Já. Þú veist, þá fara þeir í gegnum 7 þjálfara á 7 árum. Skemmtilegur erlendur þjálfari. Einmitt. En málið satt með Þorlákshöfn, þeir eiga alltaf Baldur inni. Já. Þú veist, ef það verið súrt í 4, eða þú veist, þeir geta alltaf fengið Baldur og þá gerist eitthvað. Þeir eiga hann í hólu. Já. Hann á eftir að taka við þeim aftur. Já, ég held að það sé 100%. Það er aldrei að fara að gera statur. Jó, Eru mamma sem formaður. Það bara gerist 100% áttu bræðir hans er alltaf eitthvað í kringum þetta og bara hann mun á einhverju tímpúti gera það. Já, Það 100%. verður næstu 10 árin að hvað það verður. Já. Bara, þetta er svo heimsklegt að ég er bara skákum át hérna. Ég sé þetta ekki gerast þannig 10 ára. Nei. Hann er ekki leikmaður sem að verður ógeðslega gamall og fer svo heim, sko. Já. Þetta er ekki svona eins og Martin Hermanns kemur í KR og tekur 1 ár í lokin, sko. Hann getur alveg þjálfað hann getur verið 87 ára í stærri klúbbum. Það þarf ekki að fara heim. Já, en þú veist, ég held bara ef hann vill að þjálfa á Íslandi, Vera atvinnuþjálfari í Íslandi. vera atvinnuþjálfari í Íslandi, hann Þeir eru svona 2-3 ári í hverju liði. Já, smíði eitthvað lið með mömmu sinni og bræðinu sinni í Þorlákshöfn, þá getur það bara orðið besta liðið á Íslandi, bara svona. Já, bara allt í einu nennar bara allir bestu Já, íslensku leikmennir já. að keyra bara til Þorlákshafnar. Já, er bara rétt að mómenti gefst, sko. Það er nóga fiskeldis pening þarna. Já. Kom eitthvað svona, það eru þetta 2 efnilegir á liðinni sem geta spilað og... Nei, þeir eru farnir, Þraftarsson bræður. Já, ég segi, þú veist, Kemur ekki bara þegar þeir komið það er- tilbaka. eftir, já, það er þeir að- komið tilbaka. Nei, hann færi þá bara í stjórnuna. Hérna, sko, við höfum lítið eftir. Hvað, en eitt sem við langar, Grindavík. Já. Við höfum ekkert rætt Grindavík. Mér finnst það svo interessant lið fyrir komandi tímabil. Já. Þeir eru nokkuð þunnir. Mjög þunnir. Bættu við Ragnar. Já, Þeir eru bættu við frábærum leikmönnum. Já. 4 útlendingar, Óli, Raggi, Já. Kristoffer Breki og Kristoffer Arnór. Breki og Arnór, það er alveg fínt 8. Já. 8 manna, sko. Þú veist, hvert geta þeir farið? Skilur, Shabazz, Semple, Daniel Mortensen Já. og Kane. Já. Geta þeir farið alla leið? Ég veit, það er bara krafa þeir fari allir leið. Þeir eru búin að vera í úrslitum og fjaralega úrslitum í 2 ár. Ekki komist langt í bikar, einhvern veginn tapað snemma þar. Bara Kane eitthvað á 3. ári, sko. Þú veist, Já. nú er komið að því. Ég held svolítið að þeir fari eins langt og Arnór spila vel, sko. Sko, þeir eru ótrúlega þunnir. Já. Ef hann er að taka næsta skref og vera bara besti ungi íslenski leikmaðurinn, Já. þá geta það runnið. Ef Það er þetta ef gott. hann tekur svona styrmisár, Já. þegar styrmir fóru því að vera 12. maður og ég að vera besti, Heldur hann geti það? ég veit það ekki, nei, en Ég man hann þegar þarf allan að taka skref. Ég man þegar Styrmir tók þetta ár og var trúðandi halfkort, ekki bara open kort, sko. Og dekkaði svo, hérna, Ty Seipin. Og bara svona, Hann er á sama aldri núna, Arnór, er það ekki? ég held hann sé ekki Hann er sama prospekt. Nei, kannski ekki. En Hann er rosalega efnilegur. að verða besti ungi leikmaður ársins er samt mjög gott markmið hjá honum, sko. Mjög gott markmið hjá þér fyrir hann. Við erum bara, Ekki pressa. raunar erum búin að setja það markmið, bara núna. En ég held að Grindavík verði bara svona upp þér top 3. Og svo bara
Það skiptir veit líka það bara ekki, sko. engu máli. Nei, Því ég sá- þeirra ég bara- tímabil er bara þannig að þeir, þetta bara snýst bara playoffs. Já. Það er ekkert verið að bíða eftir einhverju neinu öðru þar, sko. Nei, ég tók bara að Ísak var með á í 7. sæti að mig minnir eða... Nei, hann var með val í 7. Hann var með... Já, sko, Ísak líkir þessu við þegar Los Angeles Lakers tóku Karl Malone og Gary Payton. Já. Skilurðu? Já. Og ég er alveg svona smá sammála því. Það var Grindavíkur þáttur hérna síðast og miklar umræður. Og ég er svona, þú veist, það er fullt af bucket getters í liðinu. Engin playmaker í þessu liði. Mér finnst þetta smá svona eins og þegar að sátarnir kaupa lið í Englandi og kaupa sko 4 framherja. Já. Og þú þarft ekki, og þú þarft djúpan miðjumann og vinstri bakvörð. Fattur, þeir eru bara með skorara í ástvist. Sempúl er skorara stórmaður, hann er ekki rustakall, sko. Vill alveg vera með boltan. Já, og hann vill fá boltan og hann vill feysa Hann er upp. smá ruslakall, hann rýfur þessi frákvöst. Hann gerir bara bæði, skilurðu. Hann rýfur þessi Gerald Robinson frákvöst eftir víti. Engin í sóknar frákvösti, sko. Já. Já. Þau telja líka. Þau telja, en hann er engin presence in take, sko. Já, hann er góður sóknarfrákastari. Já. En, já. Hann ver ekki hringinn, sko. Nei. Hann er eiginlega bara glataður Já. varnarsenter, sko. Sem 5. Já. Eitthvað akkeri, já, það var Þannig er alltaf einhverjum blokkum, var hann ekki, þú veist, leitt hann ekki deildin í blokkum síðast ári, eða? Já, þú veist, þegar að... Ég veit samt hvað þú mennar. Það er engin miðherji sem er eitthvað svona, oh my god, Jordan Sempúl í næsta leik. Skilur, menn er alveg bara svona fucking milka, sko, ég nenni ekki að díla við hann í næsta leik, skilur. Drungilas í næsta leik og eitthvað, þú veist, undersized Badmus í næsta leik eða eitthvað, Kára Kristó pick og róli, það er engin bara eitthvað svona, jú, hann er alltaf 20-10, hann er ekki einhver, já, ég veit það ekki. Svo líka bara eins og ég sagði síðast að hann hefur verið með pointgarda með sér sem að bara svona finna hann, sko. Það þarf bara að leggja hann onni. Vantar ekki, það vantar svona pointguard í liðið. Ég meina, Shabazz er bara skorari, Kane er skorari. Þannig að Ég ég... veit að þetta er það sem svona grindvíkingar hafa svolítið áhugjur að. Já. Að þeir séu ekki með, Devon Thomas var endur ekki nógu góður, en ég meina Parko var alveg pointguard. Devon Thomas var alltaf klálega nóg góður. Hann bara svona, var eitthvað Það var súrnaði allavega hjá ekki að fitta það inn. Eitthvað súrnaði hjá honum hratt allavega. Já. En, já, ég veit það ekki. Ég er spenntastur fyrir að sjá Grindavík spila. Að því að stundum er maður svona hrífst með Kane einhvern veginn og við höfum bara rætt þetta. Já. Eigum miklu svona love-hate relationship með Kane og þar af leiðandi bara allt Grindavíkurliðið. Því hann er svolítið bara svona andlitið á liðinu. Já. Hann er bara... Þetta er hans era. En eru þeir að fara- Búið eru að þeir vera síðast mögulega- 3 ár. Eru þið mögulega að fara að vinna þetta? Ég meina, Já, það er bara núna eða myndi ég halda aldrei. sko, Íslenski kjarnin sé ekki nógu sterkur, svo við tölum íslenska kjarnan. ég held að stuðullin á að Grindavík vinni Íslandsmeistaratitillinn sé sko 10 eða. Value. Já, ég er samt sammála, ég myndi ekki Er það bara 6? Já, þeir eru þriðja líklegasta liði. Ok. Svo er náttúrulega, þeir hafa einhverja væntingar, veit ég, til þess að Daniel Mortensen verði mögulega íslenskur í janúar. Já, það breytir ekki reglunni með hann í vetur. Við erum ekki að taka þá inn 5. Nei. Ekki nema þessi búin að breyta Það er lagasamningum. fáránlegt ef hann er orðin Íslendinga, þá er hann bara Íslendinga. Ég kaupi það ekki, það er bara Nei, þetta var ekki þannig þegar við vorum með... Skráð. Já. Þú ert bara það sem þú spila fyrsta leik, sko. Ok. Hvað finnst ykkur svona season bets? Það var einhver sem sagði við mig gera það svo leiðilegt að taka skiluru 500 evrur á að IA komist í playoffs og býða svo í 7-8 mánuði. Já. Eftir því að fá það borgað út. Alveg sammála, ég nenni ekki að setja pening á að KR komist í úrslitakefni á 1,7 í hérna, já, og býða bara svo. En þá spyr ég, nennir þú að kaupa þér hlutabréf? Nei. En þú vinna? Nei. Þannig að þú nennir bara hvoru? Ég er bara svona búin að vera að pæla út frá bara Bitcoin. Kaupir þú það Bitcoin? Nei. Ég kann ekki að veðja heldur, sko. Nei. En fjárfestir í hlutabréf? Nei. Ok. Hérna, sko. Mér finnst þetta svona, að því ég var bara að pæla í þessu í gær. Af því að Play fór svo í mildtíðinni á hausinn líka og eitthvað. Og
hver munurinn á því skilur að taka bara fullt af pening og setja bara á eitthvað sem að getur ávaxtað 70% yfir sísonið, tekur kannski 6-7 mánuði að fá borgað út og kaupa sér einhver hlutabréf sem hún situr á í 7 ár. Bara eins og maður á einhver bréfi í, Arion banka eða eitthvað og er þetta ekki bara frá? Ég er spáði að taka bara fullt af season-bettum núna. Grunnhugmyndin er... Þetta er fjárfesting. Grunnpælingin sem þú ert að koma með er bara nákvæmlega sama, nema þú ert bara að vera þólumóðari í þetta er meira svona quick fix, sko. Áhættu fjárfesting. Já, og skemmtilega náttúrulega. Já. En þú veist, kannski bara gera bæði. Já. En svo líka skilurðu, veit maður þykist vita miklu meira þetta heldur en nokkuð tíman einhverja hagspá, einhverja hagfræðingar sem aldrei vita raskat eitt en eitt og þú veist, maður kaupir í einhverju flugfélagi eins og einhver lífeyrissjóðskóngur sem ég var að heyri, hann sagði nú bara að þetta hafi ekki verið mistök að setja 1.700 milljónir í play, en maður geta nú lært af þessu 1.700 milljónir, farið þá segi ég frekar setja ég í eitthvað sem að ég horfi á og pæli í alla daga sko. Þetta eru dýpri pælingar sem ég er búinn að vera í mér sjálfum mér í dag. Ég var mikið að keyra og hlusta á útvarpið í fyrsta sinn lengi, Tommi. Já, takk fyrir það. Það lifir ennþá. Það lifir hann. Já. Var hann góður í dag? Ég hlustaði á þennan lífeyrissjóðsgaur á... Já, ok. Varst þú ekki að greina það? Nei, ég er rockinn bara. Það er bara rock and roll. Ég er bara rockinn. Þannig að ég ætla að loka þessu á Frikka Beast. Ég, áður en að tæknimaðurinn okkar fer í næsta verkefni sem er í Hveragerði, sem er blagliðið í Hveragerði. Já, einmitt. Nú þurfum við smassbræður að fara að hita upp fyrir. Já, þannig að sko, þetta er spáin hans Frikka. Hún er svona ekkert svo frábrugðin Stefán spánið eða það. Nei, ég var með Val náttúrulega í 4. Já. Reykjavík í 5. Já, Njarðvík er nú helviti ólega, þannig að hefum. Já. Það er verið að spá Káir ótrúlega mikið svona, það er enginn sem spáir Káir fyrir ofan 7. sæti. Bara í heiminn. Nei. Menn eru búin að horfa í fótboltann í sumar og sjá að það skilur ekki neina. En þetta er samt alveg svona, þetta er bara 10 til 7 er Káir. Það er bara dálítið 1 til 6 eru bara lokkt fyrir þessi. Þetta er bara svona... Það þorir enginn að setja Káir yfir það. Ég er að segja það. Það er bara, þú veist, það er enginn sem að segja bara þetta verður árið sem að, þú veist, jú, mögulega, Káringar sem komu í þáttinn til mín, þú veist, 10. ágúst eða eitthvað, sko. Já. Það hefur náttúrulega ekkert breyst síðan, það eru sömu leikmenn í Káir ennþá núna, sko. Einmitt. Ég ætla að leika á morgun, Káir Stjarnan. Ég ætla að koma með þér. Eiga þið breyk, eða? Já. Morgun, já. Myndi ég að segja. Engin Pablo? Nei. Bandaríkjamaðurinn verður ekki með Stjörnunni á morgun. Ok. Ég er nokkuð viss að það. Ertu með línu inn í útlendingastofnun, eða? Já, ég held bara að þeir ná að gefa leyfinu fyrir morgundaginn. Ok. Ég held það, ég er ekkert alveg, þú veist, ég er ekki með það 100%, sko, en ég held það. Ok. En, ég meina, er þetta ekki samt svolítið svona tækifæri fyrir Káir samt að, þú veist, taka þennan leik og vera eitthvað svona, stimpla sig inn í einhverja umræðu, sko? Bara klárt. Ég held að þeir orðið eitthvað svona black horse. Sömu gauðra á í fyrra, basically, sko. Bara sama, mist. Já, Útlendingarnir er ekkert eitthvað allt og spennandi. Nei. Þeir eru bara með 3, sem bara svo sem allt í lagi, sko. Já. Serfðarska point guard. Já. Sem þú ert ekki hrifinn af, ég hef ekki séð hann. Það sem var þeim að falla náttúrulega á síðast tímabili var náttúrulega bara svolítið mikið Nimrod sem var bara fjarverandi, sko. Þannig að spurning... Já, en nú eru þið með svona in-betweener nýliðakanna í staðinn, sko. Það er ekki eins og þið hafi tekið þarna einhverja hetju, sko. Nei. Þeir eru með gaur bara... Er hann ekki fyrsta sinni í atvinnumennsku? Hver? Kannins eða þú? Kájóð. Já. Bentur College. Þannig að ég... Byrja íslenski kjarnin, Tóti Turbo, Þorri, Veigar, Lars. Friðrik Anton. Já, KF, strákarnir. Reynir frá Akureyri. Reynir Barn, já. Já, ég veit það ekki. Við hefum mjög mikið auglýstur þessi leikur í Vesturbænum og skiltum og samfélagsmiðlum. Já, það á að vera skemmtilegast að leikjum þarna. Já, hægt að fá sér burger klukkan 6. Já. Það er svona mikið svona, það væri svo gaman að þið gætu eitthvað, sko. Já. Konum með aðstöð þeirra frá Finnlandi, ertu búin að kynna þér hann? Nei. Ekki heldur.
Mun ekki gera. Hefur það... Eða þú veist, bara flott sko. En ég er með einn móla fyrir ykkur, Einar, síðasta myndin dagsins. Af því að við erum nú að tala um það að þeir eigi séns á morgun. Ef Ægir er með á morgun, þá eiga þeir bara ekkert svo mikla möguleika ef að Ægir er að dreifa boltanum. Bara sammála. Hvernig myndir þessi mólið, Tommi? Myndirðu make him a scorer? Myndirðu segja skoraðu en ekki gera alla betri? Ef ég var að spila vörn. Ef þú ert þjálfarinn að leggja upp leikinu eftir. Þú ert Jakob í vídeóherberginu. Já. Ég myndi segja... Þú myndir segja berjast. Já, ætli það ekki. Stíg út. Stíg út að berjast. Já. Hvernig finnst ykkur skotprósentan hjá Orra í fyrra? Á þessu ára, hann var náttúrulega frábær fyrir áramót. Já, 2025 skotningi hans. Já. Og bara, þetta kemur mér ekki á orð, hann skaut mjög illa í Mín úrslitum. held ég á ferlinum sko. Hann skaut ekki vel í úrslitakefninni, til dæmis bara alla úrslitakefnina. Og hitt ekki neitt í þessum leikum átti Val. Hvað segir þú, Tommi? Þú ert alltaf með 3 nýtingun á hreinu. Var það 4 af 20 og eitthvað? Orri. Já, var það ekki 4? Það var alls ekki gott. Ég manna það nú ekki nákvæmlega. En Frikki er nú bara með þetta, held ég, að því að hann og Orri eru vinir, sko. Hann vildi bara svona benda á það. Já. En hvað varst að segja með Ægi á það? Orri er frábær Hann skotmaður. tekur svolítið lélegum skotum líka. Eða svona. Já. Ég held að hann eigi bara, hann á bara að skjóta Ég alltaf. segi fyrir Hann að- hefur sýnt fram á það að vera Frábær bara skotmaður. besta íslenska skytta deildarinnar. Svona á Ókei. köflum. Er hann betri en Sigtryggur Arnars? Betri skytta? Já. Er hann betri en Frank Búker? Betri en Kitty Páls? Hann er ekkert lengur í deildinni. Nei, ok. Já, þetta er áhugavert. Komment hvort þessu er rétt í þér. Já. Já, ég hugsa Eða fyrst. svona allavega, jú, ég Einn myndi af alltaf tveimur, það yfir þremur Sýdrik bestu. Arnar, já, Frank Já. Búker. Kári Jónsson er náttúrulega besti skotmaður í Já, deildinni. Já. Bara sko tegundirnar skotum sem maður getur Er hann besti catch and shoot tryggjastega skytta deildarnar? Kári? Nei, Orri. Orri skýtur mjög lítið af dribblinu. Já, hann er ógeðslega, hann er bara geðveikslega fljótur að taka skoti. Getur Orri verið MVP núna með Hilmar Hennings out of the league? Ætti það að vera markmiðið hans sem landsliðsmaður? Að sjálfsögðu, það er næsta skref. Já, klárt. Er pláss fyrir það með Pablo, Agravanis, Ægi? Já, það tala um bara með alla í deildinni, MVP. Nei, já, Ekki bara að Orri besti Gunn verði Íslendingur, bara... ekki besti Já, besti Íslendingur, jú, besti Íslendingur. Já. Ég er spá hvort það sé pláss fyrir hann með svona marga, svona alveg mikið scoring power í þessu stjörnuliði núna þegar allir verða mættir. Já. Bara svona hvort það sé pláss fyrir hann að gera nóg. Að vera bara eins og Hilmar. Já, Það tekið yfir þetta. já, en Kitty Pálsson sem var MVP í hitti fyrir Já. marga góða í kringum sig. Orri, fyrir áramót á síðast tímabili var Orri sko, frábær. Sko. Já. Hverjir eru svona top 3 líklegast til þess að vera bara verðmættasti leikmaður deildarinnar? Eflaust Ægir, af því að hann var það í fyrra. Ægir. Af íslensku leikmennum þá, eða? Já. Kári, Kristófer. Ég myndi alltaf Kristófer var með stöðla þetta. Af íslensku leikmennum væri hann líklegastur til að vera MVP. Já, þetta er Ægir Kári Kristófer eins og hann segir. Ok. Ég held það. Orri nátt upp þér. Hann er aðna að banka. Tóti Turbo kannski, hann er nú alltaf með, hann er alltaf með mikið af stóðsendingum og frákustum og svona, hann er alltaf með tölfræðin alltaf bakkað upp sko. En þá þurfa KR að vera góðir líka, ef hann vil fá það. Við viljum fá MVP úr top 4. Já. Ok. Helviti gott. Erum við þá ekki bara góðir eða? Jú. Eitthvað meira sem við ætluðum að ræða það? Nei, þú verður bara að fara að hitta upp fyrir morgundaginn. Ég segi það, já. Það er Bara tegja og... Mánudagar eru ekstra kvöld. Já. Hver er aðaleikurinn á morgun, svona aðalstöðinni? Vá, Matti, ég manna það ekki. Ég held að sé ekkert aðaleikur á morgun, þannig. Hver er á bestu stöðinni? Er það ekki KR Stjarnan bara? Það hlýtur að... Jú, er það ekki? Svo er líka, Keflavík IR líka. svo er Njarðvík Grindavík á föstudaginn eða ekki? Það er stórleikur. Það er veisla, Já. korter yfir 7. Jú, það er KR Stjarnan. Já. Er ekki, þú veist, eitthvað svona fleiri á þeim leik að lýsa? Er íslensku lýsandi bara á öllum þessum leikjum? Ég veit að það er ekki útlenskur, en þú veist, er lýsandi á öllum leikjunum á morgun til dæmis? 4 leikir í gangi, Nei. eru einhverjir sem eru bara silent Já. og bara heyrist í skónum og... Gaman að heyra köllu úr stúkun og svona. Já. Þannig að sá sem er með lýsanda eða lýsendur á morgun er KR Stjarnan.
Já, ég er nokkuð viss um það. Og svo fleiri, jafnvel, á sérfræðingar og eitthvað á föstu. Jú, við erum náttúrulega bara með, við erum með Lísanda og Kóara í Grindavík á föstudeginum sem er Gummi Ben og ég held að hann Jóhann Árni, Já, sem aðstofþjálfari hjá Grindavík, verði að lýsa með Gumma á föstudeginum. já, Ég reyndar ekki með alveg staðfest, en ég held að hann verði hann. Nafnið verður þarna í Grindavík. ok. Spilaði Smárunum. Nei, Nei, í Grindavík. að spila í Grindavík. Hvernig finnst þér logoðið mitt? Gjöðut. Ekki bara, já. Hver gerir það? Halli Karfa, Já. grafískur hönnuður þáttarins. Það sést. Hann átti nú að mæta hérna líka en hann þurfti að sækja barnið sitt. Já. Eða eitthvað svoleiðis. Herri, ég sleppi það. Er ótrúlegt hvað karlmenn sækja börnin sín meira. Já, ég ætla bara að segja þér að það er, við þessir tveir hérna, við hittumst okkur með einasta degi fyrir utan Ísaksskóla og við erum bara með þessa deild alveg lokkt. Já, já. Öðru hverju vikaði mér, svo sé ég ekki viku. Já, ég er á hverjum degi þannig. Nú tíma. Heyrðu. Þetta er nýi skólinn. Þetta er nýji skólinn. Þarna, takk fyrir komuna, alls saman og Fyrir mig. ég væri endur alveg til í að bara setja hérna í klukkutíma viðbúti og spjalla eitthvað sko, bara öll liðin eitthvað fram og tilbaka. Já, já. Þetta er svona kannski eftir stjörnuna þá er þetta búið að vera óhnitmiðasti þáttur inn í uppbytuninni, Já. en mér finnst það bara gaman. Samanlega. Herru, takk fyrir komuna og Áfram karfa. Áfram Karfa. áfram Karfa og Körubolta kveðja. Ef ekki þú, hver þá? First album had no famous guest appearances. The outcome, I'm crowned the best lyricist. Many years on this professional level. Why would you question who's better? The world is still mine. Tattoos rare with Godson across the belly. The boss of rap. You saw me in with thoughts like that. To take it back to Africa, I did it with Biggie. Me and Tupac.